Menntaskólinn á Egilsstöðum fagnar nú á þessu ári 40 ára starfsafmæli. Jón Ingi Sigurbjörnsson, kennari þar, hefur kennt við skólann svo til frá upphafi, eða í alls 38 ár af þessum 40. Skólinn stofnaði 79, 80, 81. Hafði þá kennt áður í 2 vetur í Neskaupstað og fór í háskólan 1 ár til að klára kennslufræði og kom síðan hingað. Þetta gríðarlega breytingar, þessi nýja tækni sem komin og í gamla daga þá fór maður með glærurnar sínar, krítina eða tússpennan í tíma. Nemendur skiluðu öllum verkefnum skriflegum, maður fór með bunkann heim og lesa yfir og svona. Núna fer allt fram bara í loftinu og netinu. Nemendur fá allt sitt í gegnum kennsluveg, skila verkefnum þar inni, kennarar fara yfir þar, bara á vefnum, skila inn mati og nemendur eru alla með penna eða blýant í tímum. Við höfum stundum verið að tala það að nemendur hætti að geta skrifað. Nú er það bara puttarnir hérna. Ég stundum sagt að í gamla daga þá var maður svona talvél. Maður fór inn í tíma og setti í gang, talaði heila kennslustund. Og svo allt umhverfið bara gagnaöflun, kennslubækur ekki lengur jafn mikilvægar og þeir voru. Og með við erum búin að vera í viðtalinu hafa nemendur og kennarar að labba hérna fram hjá okkur og það er ekki bara nemendur sem þú hefur kennt, heldur hefur kennt starfsliðinu hérna á Stórvelli. Já. Meira að segja skrifstofustjóranum okkar sem er hérna og helmingnum af kennurum, skólameistarinn auðvitað líka og ég segi ekkert það hvernig nemendur þeir voru en þetta er allt saman gott fólk. Það hlýtur að vera gaman að sjá nemendur koma aftur og vilja kenna í skólanum það sem þeir læra. Já, það er alltaf voða gaman sko. Bæði finnur maður smæðina en samt ekki sko. Þetta eru nemendur sem eru búnir að fara og mennta sig og búnir að máta sig við eitthvað en koma tilbaka sko. Og það er út af fyrir sig eitthvað sem manni finnst vera jákvætt og skemmtilegt fyrir það fyrsta sko. Ef við lítum á þennan tíma, þú talar krít og glærur fyrir 40 árum, skýið núna, þetta hljómar eins og einhver 100 ára, þetta eru 40 ár. Ef við horfum 40 ár fram í tíman, hvers konar breytingu sjáum við? Já, það er nú það sko. Þetta er nú eitt af því sem ég er ofta að velta fyrir mig með nemendum mínum sko, í félagsvísindunum, félagsfræðinni, hvernig verður þetta eftir 40 ár? Það er í rauninni sko, hefði maður ekki getað spáð þegar ég var að byrja hérna ef ég hefði sett mig í einhverja stellingar sko 2019 á hausti sko, hvernig er ástandið eða hvað er að gerast. Ég hefði aldrei getað mig til það. Þá sko. Þá var maður bara sko netið var ekki komið. Internetið er ekki komið. Menn voru hérna með fyrstu kynslóðir af tölvum í svona búið til litla lúppur í forritum. Er eitthvað sem við megum ekki gleyma þegar við erum að setja niður námskrá? Það sem ég held að sé mikilvægast af öllu sko, eru samskipti. Það er að segja samskipti inn í skólastofunni, samskipti við nemendur, kennara og nemenda. Það er eitthvað sem er gríðarlega mikilvægast af mínu viti sko. Og er það mikilvægasta. Ef þau eru góð þá verður allt hitt gott. Það er bara þannig. Hvað segirðu við þessa nýju kennara sem eru gamli nemendur þínir sem eru að hefja störf hér? Hvaða ráðleggingar á þér? Já, sumir hafa nú verið að stríða mér dálítið sko. Það var til dæmis einn kennari hérna, tungumálakennari sem ég kenndi hérna og sagði það einhvern tímann að ég væri líklegast eini kennari sem hún hefði sofnað í tíma hjá. Og það var vegna þess að ég talaði svo rólega í tímum og hún steinsofnaði. Já, ég veit ekki, það er bara gaman sko, ég meina alltaf gaman og auðvitað eru þeir líka að segja mér. Ég meina þeir eru að koma nýkomnir út úr akademíunni, þeir eru komið hingað og þetta fullir af alls konar hlutum sem að
eru sko ár og dagur síðan að ég var að pæla í sko. Þó maður sé duglegur að fara á námskeið og svona sko, þá allt annað en að vera í námi sko. Þannig að, jú, ég á mjög góð samskipti við þau sko, þessi gömlu nemendur.